Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Í lok þáttar höfum við fengið til okkar góðan gest, hann Pálma Gunnarsson. Hjartanlega velkomin. Hæ, takk fyrir að hafa mig. Mín ánægjan. Þú ætlar að fara að skella í tónleika, bara helgina? Já, á laugardaginn. Já. Ég var fyrir viku í Reykjavík í Háskólabíói og náttúrulega alveg vonlaust að fara að setja eitthvað svona upp eða svona mæta hingað. Það ekki? Á heimaslóð. Já, þannig að þú ætlar að vera í Hofi eða hvað? Já, í Hofi. Á morgun, laugardag? Já. Og klukkan hvað eru tónleikarnir? Þú ert ekki að tala með það kannski? Nei, það er svo skrítið sko, svona hlutir eru einhvern veginn. Þú mætir bara? Ég mæti bara. Já. Jú, ég held að sé klukkan 7:30. Þetta fari rétt með. Já, og það er bara, þetta nálgast miða en á... Já, það er eitthvað að miðum eftir en vel selt á þetta og bara og rosa gaman. Og ertu vel stemdur fyrir þetta? Já, mjög sko. Já. Ég er með alveg ægilega skemmtilegu bandi, ég safnaði saman alveg miklu uppáhaldsfólki með mér til þess að gera þetta sko og þá náttúrulega getur hérna ekkert klikka sko. Nei. Eru massívar æfingar að baki? Nei, ekkert. Það kunna þetta allir, þetta er náttúrulega lög kannski? Já, jú, dálítið sko, það er náttúrulega þarna sko svona gaurar sem hafa spilað þetta með mér áður sko og þannig að við þekkjum dálítið af efninu og auðvitað er ég að fara hérna gegnum lög sem fólk þekkir, annað kemist ég ekki upp með. Nei. En svo er ég með hérna nýliða með mér sko sem að þurfti bara að fara heim og læra. Já. Eru að koma ný lög ennþá? Ertu alltaf að semja eða hvernig er það? Sko, já, ég náttúrulega hef ekki verið að semja mikið. Ég er náttúrulega svo heppinn að vera að vinna með góðum lagasmiðum. Já. Og er þar alveg svona meira, ég frekar myndi kalla mig flytjanda heldur en eitthvað annað. Já, við í mannakórnum höfum gert plötur bara, getum ekki hægt sko. Nei. Og ertu að fara að flytja eitthvað nýtt efni þarna kannski? Já, smávegis. Ég er að flytja efni sem hefur ekki verið mikið flutt áður. Inn á milli, en svona megnu til er þetta náttúrulega gamlir hundar sko. Af því að annað gengur ekki upp. Nei, þetta er eitthvað sem allir þekkja og vilja heyra. Já. Hérna, því að í upphafi þáttar þá vorum við að tala um ráðstefnu sem er núna upp í háskóla og heitir Kadillakkinn í geðþjónustu. Hvernig viljum við hafa hann? Og þetta er áhugaverð ráðstefna sem er verið að fjalla ýmis sjónarhorn notendans og aðstandendans og mér finnst ég hef einhvers staðar lesið að þú hefði glímt við þunglyndi á einhverjum tímapunkti. Já, ég var bara hérna fyrir nokkrum áratugum síðan að þá var ég að berjast við fíkn, brennivín og dóp og þurfti að taka honum stóra mínu þar sko. Og það er náttúrulega, það er enda liðinn dálítið langur tími síðan það var, en ég... En er það svo bara búið og gert eða þarf maður ekki svona stöðugt einhvern veginn að vinna í því? Jú, sko, fylgifiskur þess að vera stjórnlaus af fíkn. Það er fylgifiskurinn er einfaldlega það að þú ert þungur. Og það fylgir í þunglyndi. Og ég þurfti að sækja mér aðstoðar og hikaði ekkert við það. Og var það auðvelt eða fannst þér þú rekast á veggi eða fannst þér þetta hefði mátt vera einhvern veginn öðruvísi? Nei, ég var nú bara einhvern veginn svona, ég veit ekki, ég var nú bara kannski svona heppinn. Sjálfsbjargar viðleitnin hefur alltaf verið svolítið fylgifiskur minn og ég er náttúrulega bara, því ég fann að ég var komin í ógöngur þá áttaði ég mig á því ég þurfti ekki að standa einn við vegginn sko og horfa einhvern veginn inn í tómið sko. Og var þetta þá bara spurning að hitta heimilislækni eða sálfræðing? Og sálfræðinga og geðlækna. Ég sótti mér alla þessa þjónustu. Og hikaði ekki við það. Og ég myndi ekki hika við það ef að staða mín væri þannig í dag að ég færi eitthvað að sunka óeðlilega mikið niður og þá er mér að það er bara eins og ég myndi gera ef ég myndi snúða á mér ökklan sko. Einmitt. Eða brjóta á mér handlegginn. Ég myndi ekki fara að segja að ég er búin að brjóta á mér handlegginn einu sinni áður. Ég fyrir ekki að fara í gifs í 3. skipti. Nei, nákvæmlega. Einmitt, þetta er þannig. Þannig að ég er bara rosalega ánægður að sko því ég heyri það að þessi hluti af heilsugæslunni okkar er að taka kannski undir sig svolítið stökk, þá er ég mjög glaður vegna þess að ég veit það er fullt af fólki sem á erfitt jafnvel með að stíga skref. Og eins og sá sem kom í þáttinn áðan, hann var að nefna sko þetta með að kannski fyrst þessi tilvísunarkerfi sko fyrst að fá tíma hjá heimilislækni sem tekur kannski 6 vikur að bíða eftir. En þú hefur ekkert lent í einu svoleiðis, einhverju svona götum, þetta hefur bara gengið þokkalega vel fyrst. Já, og ég var bara mjög heppinn held ég sko á þessum tíma og ég hef ekki þurft að leita mér aðstoðar nýlega, þannig ég kannski veit ekki nákvæmlega, ég er kannski nákvæmlega með fingurnar á því hvernig þetta gengur fyrir sig í dag. En þekki samt sem áður fólk sem er að díla við þetta
og sjálfur bara, ég hvet þá sem ég þekki og að eiga eitthvað, í einhverju böggli sko, bara go for it. En þarna vannst þú í þínum málum og ert svo bara, hefur breytt það einhverju svona, þarftu eitthvað að halda þér við efnið eða þetta bara búið og gert og afgreitt og þú ert bara góður? Nei, ég held mér alltaf efnið og partur af því að halda mér við svona að vera þokkalega góður í hausnum er til dæmis að ég hreyfi mig gríðarlega mikið og ég náttúrulega, það eru rúmlega 2 áratugi síðan ég notaði eitthvað af efnum sem að breyta hausnum á mér sem að náttúrulega gerði útslagið, vil ég meina. Og það tók reynda tíma svona, maður þurfti að tröppugangur frá þessu gamla líferni og einhverju myndi segja hátíðlega inn í ljósið, en skilurðu, hérna það tók svolítinn tíma og eftir það er þetta svona viðhalds. Þetta er svona viðhald, já. Hreyfa sig? Ertu eitthvað að hugleiða eða eitthvað svona? Já, ég er alltaf, ég hugsa pínlítið andlega heilsu mína hverjum einasta degi. Bara með því að gefa henni gaum eða gefa henni sérstaklega rútínur? Gefa henni gaum og svo segi ég náttúrulega, svo náttúrulega grínast ég líka svolítið með þunglindi, sko, ég segi oft ég er eins og Flósi heitinn, sko, leikari. Sko, hann var ekki orðinn góður fyrir eftir 2 kaffibolla á mótana, sko. Og hann grínaðist aldrei með það, sko. Og vissulega koma svona partar af deginu sem eru kannski aðeins, þú ætti að íta þér í gang. Þannig að þú sprettur ekki fram á mótnana alveg svona, þú starðir nokkra kaffibolla. Stundum, það er misjafnt. Nú fer að koma þessi tími, birtu tími sem að gera það verkum að þú veist að maður er alveg eins og gormur, sko. Já, dásamlegu tími. En þetta var gaman að fá þig í heimsókn og bara spennandi og gangiði vel með tónleikana á morgun. Já, þakka kærlega fyrir það. Og bara gleðilega páska. Takk.